Velkomin á Vesturlandið. Í kvöld ætlum við að fara með ykkur í heimsókn í einstaka heimagistingu í Stykkishólmi. Við hittum áhuga ljósmyndara í Grundarfirði og endum síðan í dýragarði í Dölunum. Góða skemmtun! Við erum komin í Stykkishólm. Við heyrðum að heimagistingunni í Langey hjá honum Heimi. Ég ætla að athuga hvort sé ekki laust herbergi hjá honum. Hér er nýtísku bjalla, en ef við erum í vandræðum þá er hérna númerið hans skráð hérna dyrakarminn. Góðan daginn, sæll og blessaður, halló. Túrist. Hér er laust herbyggi hér? Já, það vill nú svo vel til. Já. Og þetta ólaðir inn. Má ég kíkja á aðstöðan og svona, skoða hvernig þetta er hjá þér? Þó maður heyri oft orðið heimagisting er það sjaldnast á ferðinni ekta heimagisting, þar sem húseigandinn tekur á móti og sinnir gestum sínum. Heimir Laxdal í Stykkishólmi gerir gott betur. Hann býður sínum gestum upp á 3 mínútna banjó tónlistanám og jafnvel tónleika ef því er að skipta. Þú tekur á móti fólki inn á þitt eigið heimili. Já. Ertu frumkvöðull í ferðamálum? Nei, það er náttúrulega alls ekki, sko. Það er nú bara fyrsta heimagistingin sem að tala sem að ég veit nefnda svona í bókum, er nú sennilega bara í Biblíunni. Vegna þess að væntanlega þegar frelsarinn sjálfur var að leita, foreldrar hans fyrirgefðu, var að leita sér að gistingu hérna árið, þá hefur nú sennilega ekki verið neitt til af gistingum, annað bara heimagistingar, þannig að væntanlega hafa minn bankað upp á og beðst gistingar hjá Pétur og Páli og hugsanlega kannski einhverju verið farnir að praktisera í þessu þá, en það var allt uppbókað eins og er í dag. Hvernig gesti ertu að fá til þín? Það er bara, það er allt milli himins og jarðar. Þó er það eitt atriði sem ég finnst mjög furðulegt og ég hef ekkert heyrt talað það bara varðandi ferðabransa hérna yfir höfuð. En hvar er allt svarta fólkið? Hvar er allt teldökka fólkið? Ef maður spáir í það. Þetta er svona spurning sem að, ég hef ekki heyrt nokkurn mann velta þessari spurningu upp en allt í einu kveikt hjá þess að þetta er aldrei skrítið, hvernig ætli standa á þessu? Þú ert ekki að fá, já. Ég sé það bara afskaplega lítið yfirleitt ef þú spáir í það, spáir í ferðamannagreiðsluna sem er á ferli. Það bara sér maður þetta afskaplega lítið af þeldökku fólki, hvort sem maður er að tala um fólk sem kemur frá kannski Ameríku eða einhverjum öðrum löndum. En ég er búinn að fá fólk frá ótrúlegustu löndum og það er svo merkilegt hvað er að koma langt að. Rúmlega 30 tíma ferðadag með viðkomu í Hong Kong, til að sjá Ástralunum og hérna, það er nú svolítið á sig lagt til þess að koma að skoða þetta sker. Þetta er bara nokkuð algengt og síðan fólk frá svona ólíkum svæðum eins og í gær, Singapúr, fullt hús af fólki frá Singapúr og Kína náttúrulega, Kóreu, merkilega margir frá Kóreu, Suður-Kóreu, sko. Og það væri nú fróðlegt að fá eitt frá Norður-Kóreu. En svo ég er búinn að fá fólk svo víða að maður er farin að bíða eftir, þarna vantar úr þessari deild frá þessu landi, það væri nú gaman að fara að fá einn svona, einn til dæmis frá Líbíu, það væri gaman að fá einn frá Líbíu sem hefði nú verið þar í tíð Kaddafís. Það sem ég býð spenntur eftir, það er að fá fólk frá þessum löndum sem alltaf er í fréttunum og maður kemst aldrei í beint talsamband við. Af því að maður vil bara fá að vita frá fyrstu hendi hvernig hlutinir eru. Það er svolítið öðruvísi, Rótis í Zimbabwe lítur svolítið öðruvísi út þegar maður er búinn að hafa fólk hérna í sófanum sem ólst upp í þessu löndum og heyra það lýsaði hvernig þetta er. Þannig að þetta er heilmikill skóli í rauninni að fá fólk í heimsókn og geta verið að eyða heil og hálfu dögunum í að kjafta við það þegar sá gállinn er á því, sko. Hvernig markaðssettur þið? Nei, ég kann það nú ekkert svo mikið nema hvað
það náttúrulega alltaf svolítið sniðugt tryggs að gera eitthvað sem eftirminnilegt kannski og svona sem sker sig úr og ég hef lent í því til dæmis að leika Jólasveinin í beinni í Frakklandi og það var nú ein sagan sko. En sko þetta skegg hérna, svo maður færi aðeins í það, þetta er slys. Já. Þetta er Mottu Mars sem var böndunum. Hér ertu með trommusett í fulli stærð og tvöfalt hljómborð og alls konar græjur, hljóðfæri hér út alla stofu og Merlín auðvitað. Já. Hvernig taka gestir í þetta, þessi hljóðfæri? Þeir eru, finnst þetta voða sniðugt. Já, það nú, þeir finnst voða sniðugt að sjá hérna inn og allt þetta og stundum ég að fá músikanta hérna inn í heimagistinguna og þá nú yfirleitt alltaf slegið upp einhverju húlumhægi og ég reyna að spila á móti þeim sem að koma, ef það er gítarleikari þá ég á trommunum eða bassanum og svo öfugt sko, þannig ég búinn að fá allra handana músikanta inn, öllum kaliberum og stærðum og gerðum, bárjánsrockara og svona klassíska músikanta líka, pródusenta og svo notar maður þetta líka þegar að þetta komið sér mjög vel þegar maður þarf að hafa ofan af fyrir liðinu og ef maður í stuði til að spila sjálfur svona aðeins þá ger ég þann stundu sko. Og ég kenni svona líka í svona smá fíblagang vegna þess að ég dæmi að þá var ég stundum að sprella eins með þá og halda, ég segi þeim að ég kenni hérna á banjo á 3 mínútum, ég með svona seminar, banjo, how to play banjo in 3 minutes. Og það nú einfallega svona, þetta banjo. Og okkur kennt að það tæki 10.000 klukkustundir að kenna fólki eitthvað. En stundum hægt að gera það á 20 tímum ef þú fer beint í aðalatriðin. Til þess að spila nánast hvaða lag sem hefur verið samið, þá þarftu 3 hljóma. Okay? Og banjoið stilt í hljóm, G, þannig að hérna verið G, 3 hljómar. Okay. Þegar þú kannt þetta þá getur þú spila nánast hvað sem er. Ég sá helst hérna og hérna. Og hvað var fyrsti hljómurinn? Bara opið. Já, það var opið, ok. Það sem er ennþá merkilegra, kannski nú ég eiginlega búinn að kenna banjo. Þetta er ekki flóknara en það. Ok, hvað var þetta? Er þetta G? Þetta er G. Svo, ég man ekki eins og hvað einu hljómd, menn heita þessi G-C-D væntanlega. I've been a rover for many years. I spent all my money on whiskey and beer. But now I'm turning with cold stone. And I never will play the wild rover no more. Þetta lag semst bara í 3 hljómum, þetta lag? Eða þú bara heimfærið það í? Nú lærði ég í sama söngskóla Árni Jónssyni í Vestmannaeyjum. Þannig að við höfum okkar leyfi til þess að hafa þetta eins og okkur sýnist. Þetta er bara ný útsending ef að menn ætla að vera með eitthvað vitleysu. Þetta er nóg. Hækkaði þá. Þetta er nóg. Já. Þetta er nóg. Ég þol ekki lengur að þvælast á sjó. Það er ekki allt áhuga fólk ljósmyndun svo heppið að vera með fallegasta og sennilega mest myndaðasta fjall heims, sjálft Kirkjufellið í bakgarðinum. En það er hann Tómas Freyr í Grundarfirði. Myndirnar hans hafa ferðast víða og margir hafa notið, enda hefur hann einstaklega nefnt auga og kann svo sannarlega að fanga augnablikið. Tómas, hverju svararu þegar þú spurður að því við hvað þú vinnur? Mitt aðalstarf að þá ég skrifstofumaður. Vinn við pabbi saman með svona bókhaldsþjónustu. Svo ég sjúkraflutningamaður líka og í slökkviliðinu og áhuga ljósmyndari. Ég svona fréttaritari fyrir Skessuhorn. Hvað kveikti áhugann? Það var bara strákur sem ég var að vinna með hjá EIS sem var í þessu. Og ég einhvern veginn smitaðist bara á honum og keypti myndavél og hellti mér í þetta. Var þetta strax rosa grípandi? Já, maður var náttúrulega fyrst bara með stilt á átó og var bara fíkt að leika sér sko. En svo þegar maður fór aðeins að pæla í þessu og þá bara vatt þetta upp á sig. Það var alltaf meira og meira. Og svo maður hálfgerður græjufíkill líka, þannig að það ágætt með.
Hverju hefur helst verið að taka myndir af? Svona upp á síðkasti hef ég mest verið að taka myndir fyrir Skessuhorn og svo náttúrulega þegar maður dettur í gírinn og fer út í norðurljósa myndatökur eða sólsetur eða eitthvað svoleiðis, þá það hérna náttúrulega alveg í nærumhverfinu. Skessuhorn fréttablað Vesturlands. Já. Okay. Þannig að ef eitthvað kemur upp og rýkur þú á stað með myndavélina og tekur? Já, ef ég ekki að fara í slökkvilið eða sjúkrabílinn. Getur ekki samið þetta? Ertu að keyra sjúkrabílinn með? Tekur selfie? Reyndar ekki. Frá mér til ykkar, æði löng leiðin. Lífið læðir gegnum daginn. Alveg mér ég dunda út og skoða stjörnur, fugl og blóm. Þú ert hérna með mest ljósmyndaða fjall heims bak við þig. Já. Og í bakgarðinum hjá þér. Já, það blessa Kirkjufellið. Ertu ekki orðinn svolítið pirraður hvað allir að taka myndir af þessu? Nei, kannski ekki pirraður en maður svo sem hættur að nenna að fara til dæmis út af fossi. Það ekki þverfóta fyrir fólki þarna sko. Já. Hef meira núna upp á síðkasti verið að fara bara inn í Kolgrafafjörð. Það er náttúrulega rosalega mikið af fallegu umhverfi hérna á Snæfellsnesi. Hef líka verið að fara í þjóðgarðinn og þá staði. En eins og segi, ég hef verið að fara mikið inn í Kolgrafafjörð og Hraunsfjörð líka. En maður nennir ekki að vera í kringum túristana þarna. Hvað hafa myndirnar þínar ratar víðar? Svona eitthvað. Það er svona líklega mest verið þegar ég og sumarliði vinur minn fórum upp í Hólurhraun þegar það var að gjósa. Tók myndir þar og það fór í einhverja svona vefmiðla erlendis. Hvor finnst þið skemmtilega að taka myndir af náttúrunni eða mannskepnunni? Það bæði alveg skemmtilegt sko á sinn hátt. Mér finnst rosalega gaman að vera einn með tónlist í eyrunum, nóttina að taka norðurljósamyndir eða sólsetumyndir, bara einn með sjálfum mér. Mér finnst það alveg geggjað. En svo líka gaman að challenge að vera að taka myndir af fólki og brúðkaup og brúðkaupsmyndatökur sem það þarf að vera alveg perfekt. Mér finnst það líka rosalega gaman. Þessu sporti fylgir töluverð útivera? Já, klálega. Ég er til dæmis ekki með stúdíó, þannig að ég er ekki mikið inni að taka myndir. Eins og flestar svona brúðkaups og fermingarmyndir og svoleiðis hef ég tekið yfirleitt utandyra ef veður leyfir. Og jafnvel þó að sé rigningar úti og svoleiðis, þá hægt að gera ótrúlega margt. Og klifur upp á fjöll og fyrnindi og svoleiðis? Já, það er svona aðeins að passa hvað maður pakkar í töskuna ef maður komin á léttasta skeiði sko, en ekki vera að fara með of þungt. En eins og segi, maður lappar hérna upp fjöll og upp á Kirkjufell og með myndavélina. Ég hef farið í svoleiðis 2011 og þá fór ég nú bara einn hérna hringinn í kringum landið, einn með sjálfum mér, fór upp á hálendi og það var alveg geggjað sko. Þetta konan leyfir mér ekki að gera það aftur sko. Og vill vera með. En það er bara gaman að því líka. Hvað er það skemmtilegasta sem þú hefur verið að taka mynd af? Það er klárlega eldgosið upp í Hólurhrauni. Það var alveg geggjað. Bara aldrei upplifað annað eins. Bara krafturinn í náttúrunni og við fórum einmitt á blaðamannapassa. Þetta var alveg lokað svæði sko. Þannig ég og sumarliði fórum sem blaðamenn Skessuhorns á vettvang og vorum í 2 daga. 3. og 4. september 2014 eða ekki. Þetta er að magnaðasta sem ég hef upplifað í þessu. Og standa svona nærri einhverjum svona náttúrukrafti? Já, bara maður er aldrei upplifað neitt svona sko, vera sem að hraunið er að renna og þú heyrir svona hljóðið er eins og að sé glera brotna sko þegar það er að mjakast. Þetta er bara klikkað sko, hitinn frá þessu og þetta er alveg magnað sko. Ertu með eitthvað góð ráð fyrir svona meðalmannesku til þess að bæta myndirnar sínar? Ég myndi bara ráðleggja fólki að fara á svona lítið námskeið. Ég gerði það fyrst þegar ég var að byrja hjá honum hérna Pálma Guðmundssyni í Reykjavík. Og þar lærði maður svona bara undirstöðu atriðin í þessu. Að hætta að stilla á átó og fara að stilla á einmitt þar sem þú stillir hraðan eða ljósopið. Rebekka bóndi á Hólum í Dalasýslu er ekki bara venjulegu búfræðingur. Hún hefur einhvers konar náðagáfu þegar kemur að því að laða að sér hvers kyns dýr.
Við fengum að líta við í dýragarðinum hjá þeim hjónum, klöppum geit og kysstum hana. Sko dýrið hana. Hvað voðalega eru þetta spaktjaðir hérna? Já, flesti dýrin ógeðslega spakir hérna. Við notum mjög mikið tíma með dýrin okkar og þeir bara, fá fullt af ást, knús, kossum. Ætlaðu ekki að segja eitthvað, kallið mín? Hvers konar dýr eru þið með hérna? Við er bændur líka, så vi har 250 kindur, en það er kannski ikke alveg í dýragarðin. Út af því huset som vi er med dýragarðin i er ikke voldelig stort, en hérna inne er vi med en geit, og han heter Rapp. Så er vi med kalkuner, krummi, endur, så er vi med 5 tegundir af hænu, vi er med 5 tegundir af kaninu, vi er med dúfur og við erum með nakrís. Og svo auðvitað hundan okkar og stundum kemur katt lappandi framhjá. Svo með 14 hesta og þá á sumrin þá er líka eitt svín hérna. Bara núna bráðum kemur svín okkar heim. Hún heitir Svenga. Já, það fór í vist meðan þeir eru að smíða nýja stíu fyrir það. Við erum búin að vera hérna bara núna fyrir jól. Þá var allt annað hérna. Og maðurinn mín og ég er búin að vera á fullu og með hjálp frá góðu vinafólk. Það er búin að vera að smíða alveg nýja stíu hérna. Og það er miklu auðvelda fyrir fólk núna að fara til dýrin og skoða dýrin og... Ég heyrði að þú kallaðir kalkúnin Jón Magnús. Já, heita öll dýriðin eitthvað? Já, það er svona, ég er kannski smá vandamál með dúfuna út af því það var 9 og nú er það 32 og ég er aðeins búin að gefast upp á nafnu og dúfuna, ég veð nú við að gera það. Kanínu, geitum, svínu okkar, hestana og Jón Magnús, hann á 2 konur sem heita Silke og Snjó. Og Jón Magnús er skýr í höfuð af kalkúnabóndinn sem á kalkúnan upp á Kjalarnesnum. Hann er Jón Magnús. Ekki að segja það. Það lendir ég vandrað held ég. Hvað finnst þið skemmtilegast við þetta allt saman? Auðvitað, ég elska dýr. Ég er menntað ráðunauð frá Danmörkur. Ég er búin að vera menntað með meira en 6 ár. Eitt vandamál, ég veit ekki alveg hvað þetta ráðunauð, eftir þetta búfræðingur. Hvað heitir það, ég held ég? Búvísindi? Ráðunauð. Já, ráðunauð. Fyrir guð. Ráðunauð. Já, ég menntaði ráðunauð frá Danmörkur og alltaf búin að hafa gaman af dýrum og þegar ég var lítið stelpa heima í Danmörkur þá átti ég fullt af dýrum. Og svo þegar ég kom hingað þá tengdapabbi mín heitinn, hann elskaði dýr líka og Hjalti maðurinn mín elskaði dýr og... Hvernig vildu til og komst til Íslands? Ég er eins og segja, ég klára skólan í 2001 og þá var ég búin að fretta þessi eyju, eða fretta að þekka Ísland frá bara alltaf þegar maður var í skóla með íslenska sagana og eyju og bara geðveik staður og vikingar auðvitað. Og þá bara ætlaði ég langar bara að koma hingað og þá byrjaði ég að vinna á bóndabæ sem heita Vatni í Haukadal og var að vinna þar í Sauðböð og svo hitti ég kallið minn á haustinn á Sláturhúsi í Búðardal. Já, hvernig reyndan við þig aftur? Við var að vinna í þessi góðu sláturhús og það var þetta margt gott fólk þarna og hann var svona fyrst á bandið og var að þetta er ljóma alveg skelfilegt. Hann var að henda eistur í mér, hrútspunkur í mig. Já, það er ein leið til að ná athygli. Það var ein leið til að ná athygli. Ég fannst þetta, ég veit ekki alveg hvað var að, en ég fannst þetta eitthvað ógeðslega sætt. Og já, sumir fólk bara, já, svona kom hann til mín á hvíta hestinn, en hendi í mér hrútspunk. Mér finnst þetta rómantískt. Já, þetta er mjög rómantískt. Þetta er svínvirkaði. Ég meina, þetta er í 2001 og nú er 2017, ég er ennþá hér. Og við erum búin að gifta okkur á 3 börn og er búin að kaupa jörðin hérna sem heitir Hóla í Hvammsveit. Og er svo núna að vinna í því að búa til þessi dýragarð og það sem að vera með dýrin, það er bara ógeðslega notaleg svona og fara hérna út og bara sest niður hjá hænuna eða kanínuna eða knúsa geitina eða eitthvað og bara vera með dýrin. Maður finnur það, öll dýrin eru svo mannelsk. Þau bara, þau er alveg... Hvort sem það er geitin, hundarnir, hænurnar og... Ég held að sé ekkert mikið svona spakar hænur, hérna eitthvað, þú veist, alla sveitir. Nei, þær vilja þetta ekkert mikið að gúsast í manni. Nei, en það er líka marga klukkutíma bakvið. Þetta er ekki neitt sem kemur sjálfu sig, og svo líka bara, það er eitthvað við Hóla. Við hefur alltaf, það er bara eitthvað sem við getum ekki útskýrt. Eins og á sumrin, þá er dýrin úti. Eins og geitin okkar, hann Hrafn,
hann var í gær úti allir daginn. Og hann bara út sefur fyrir utan eldhúsgluggann leið ég kem og fer hann til mín. Og ég búin að kenna hann ýmislega tricks. En það ekki bara dýrin á bænum sem vekja eftirtekt. Dýragarðurinn í stór skemmtilegu húsi sem á sér mjög merkilega sögu. Þetta hús ekki alveg venjulegt. Hvar fenguð þið þetta? Þetta hús, þetta stóð upp á Miðnesheiði, risastór kúla og sem að kannina var með. Og svo var verkfræðingur í Mosó, Einar Þorsteinsson hétan, hann dáinn blessaður, sem að fær þetta hús sko, til niðurrifs. Kannina var hættur að nota þetta. Það var inn í þessu einn lítill radar sem ég sagt að hafi verið 2 metrar í þvermál en húsið náttúrulega alveg sko, risastórt. Og hann fær þetta, þessi Einar, til niðurrifs og svo góðu kunningi okkar sem að þekkti þennan Einar og fekk Einar gerir 8 svona hús eins og þetta úr þessu eina húsi. Þessi vinnur okkar fær einn part í honum og við byggjum þetta hérna 93. Og það hafa margir ferðamenn, bæði innlendir og erlendir, komið hér heim bara til að fá að kíkja sko, inn í húsi því þetta ekki alveg svona eins og þú sérð svona flestum bæjum. Sko. Flokkast þetta til stríðsminjar? Nei. Já, það gæti alveg verið sko. Svo steypi ég bara hérna fótament og byggi timbur á milli þar sem vantaði sko burðareiningar og þannig þannig gæti hann gert þetta mörg hús. Sko ef það hefði allstar komið sko svona fótament niður en með því að hafa eyður á milli þá gæti hann búið til þessi hús svona mörg úr þessu sko. Og svo þetta eru svona álrammar sem eru svo bara boltaði saman. Þeir voru bara, hann var búinn að merkja þetta allt og fekk ég bara teikningu bara A og svo bara C2 og passaði hérna og þetta var bara púsl sko. Hefur þetta kosti og galla það? Ég hugsa þetta hafi fleiri galla heldur en kosti en það nú kannski líka bara því þetta orðið það gamalt hús að sko, þetta trefjastyrtur seglstúkur og hann bara að verða ansi lélugur sko. Nú eru pælingar að gera eitthvað í að laga þetta, hugsaðlega klæða yfir hvolfið sko, með svona bræðslupappa sko. Þannig að þetta ekki eins og sjáu, það búið að trefja plasta yfir þetta samskeyti og svo þetta bara þetta verða daburt sko. Enda komið til ára sinna sko. En þú veit að kunna metta þetta, þær sitja hérna upp á... Já, þeim finnst gott að sitja á þessu og þeim finnst gaman líka sko fljúa hérna í sko hringinn í kringu þetta sko. Fyrir nokkra ár síðan, þá var hringt í maðurinn minn dýrasamvanda heimili og það var þessi. Æ, Ált. Ált. Hann kom til okkar, það var hann bara, þetta var lok sumrins og hann var fundinn og vandað heimili og maðurinn minn sagði já, sem betur fer og það gekk bara stutt og stund, þá var þetta bara alveg eins og barnið mitt. Svo alveg sama hvað ég fór, þá var hann með mér. Altså kannski ekki ef ég fór í Reykjavík og svona, en ef ég fór á Hestbak, þá fór hann með mér. Hann var bara fljúin yfir hliðina á mér og við hliðina á okkur og svo fór við hérna, kannski niður í fjöruna, auðvitað hann fljúa miklu hraðar en við nokkuð sinni geta fara á hestum. Þá var hann bara flaug fram hjá okkur, öskra á okkur og horfa á okkur, lendi í fjöruna og bið. Þá fórum við fram hjá, svo fór hann aftur á lofti og yfir hausinn á okkur og bara fylgdi okkur. Og þegar við fórum upp eftir til að gefa kindun okkar sem upp í Fjárhús sem ég er leigja, svona tæp 5 km hérna, þá var hann bara á hliðina á bílnum, bara út á veginum. Og hann heit Álftaleggur. Og hann já, hann var bara, eins og þegar ég fór í göngutúr, hann fór alltaf með. Ég fæli gæsað, mér finnst þetta svo fallegt eitthvað. Og við hann var bara eins og ein í fjölskylduna. Svo já, það ekki allir sögur sem enda vel. Þá byrja hann að fljúa vola mikið og við hugsa núna hann kannski búin að ákveða hann ætla að vera frjáls og frí. Hann var alltaf frjáls, hann var alltaf úti og kom bara inn þegar og vond veður. En eins og þegar var ein heima, þegar maðurinn minn til dæmis var í loðnum, svo lá hann fyrir utan sparamenn hjá okkur, lá þar. Eftir að kom gestur í heimsókn var þessi Álftaleggur betra en nokkra vaðhund. Það kom ekki fólk inn. Hann bara stóð upp, vængið út og þá átti ég að fara út og segja, fyrir Guð, þeim á að koma inn. Hann passaði fjölskyldu mín óbúslega vel. En svo einn dag þá fór hann frá okkur og hann kom ekki heim, hann var ekki heim í 3 vikur.
Og svo eitthvað morgni vaknaði ég og sá allt í hann sat fyrir utan hesthúsið hérna. Og ég bara, Aldaleikur er komin heim. Og ég hlaup bara út, bara næstu því náttföt, bara til hans og lyfti honum og þá fann ég hann var búinn að léttast alveg helling. Og ég hlaupa hérna inn og þá var svona fullt af hei hérna í gamla fjárhúsi áður en ég var búinn að byggja hérna. Svo sat ég hérna í heið, bara halda utan á honum. Svo horfa hann á mig, setja hausinn á öxlinn og deyr. Og ég grenjaði. Ég er með gæsahúð, bara allt, já. Og ennþá í dag, ég saknaði hann svo mikið og hann kom heim til að vera hjá mér þegar hann var að deyja. Og hann lagði hausinn hérna og dó. Hann getur verið búinn að deyja hérna úti. Hann biði eftir mér. Við kveðjum ykkur hérna frá Dölunum í kvöld og vonumst þess að sjá ykkur eftir viku. Bless, bless.